Já, velkomin að Rauðaborðinu, klukkan 8, þá segjum við fréttir hér á Samstöðinni, Sigurjón Magnús og Björn Þorláks eru hérna með mér. Við skulum byrja á nýrri fylgiskönnun Gallup sem birtist á RÚV. Þeir voru með fyrirsögn að fylgi Framsóknarflokksins nær enn 9 lægðum. Það Framsóknarflokkurinn mælist þarna með 4,5%. Þetta grafalvarlegt mál. Einn þingmann í Norðvesturkjördæmi og einn í Norðvesturkjördæmi að þetta væri úrslitakosningar. Já, er það sem að þau reiknuðu þarna í Gallup? Já, Ingibjörg Ísaksen og Stefán Vagn Stefánsson. En þetta náttúrulega svo lítið. Svo það ekki hægt að draga svona ályktanir. Þannig ég tók hérna könnunina hjá þeim og ég setti inn með hefðbundnum hætti þingmannafjöldan. Og þá Framsóknarflokkur ekki með neitt, hann undir 5% þröskuldurinn. Þarna Samfylkingin með 26 þingmenn, bæti við sig 11 frá kosningum. En hinir stjórnarflokkarnir, það Viðreisn, þarna aðeins lægri en hann var hjá Gallup, með 9 þingmenn, tapar 2. Ég meina lægri en hann var hjá Maskínu. Maskínu fyrir ekki. Og Flokkur fólksins með 5 og tapar 5. En ríkisstjórnin heldur velli, það Samfylkingin bæti við sig 11 á meðan hinn tapar samanlagt 7. Og það munar náttúrulega mest að Framsókn missir sína 5. Miðflokkurinn bara á sama stað og í kosningunum og Sjálfstæðisflokkurinn bæti við sig 1 þingmanni. Það verður að hafa í huga að þarna dettur Framsóknarflokkurinn af þingi, þannig að það eru fleiri atkvæði sem eyðileggjast heldur en var í síðustu kosningum. Þannig að svona venjulegum kringumstæðum eða var ekki svo ónýttu atkvæði þá myndi Samfylkingin ekki ná 26 þingmannum fyrir þetta fylgi. Það sterk góðu meirihluti í tveggja-flokkastjórnarna, Viðreisn og Samfylking. Það búið að vera þannig í undanfarnum könnunum. Er ekki að styrkjast það? Nei. Það bara Viðreisn eitthvað að gefa eftir núna. Já, en Samfylkingin að bæta svo mikið við sig og Viðreisn hefur verið svona nálægt kjörfylgi í könnunum. En þarna í neðri deildinni sem að Framsóknarflokkurinn komin inn í með 4,5%, þar raunverulega hægt að segja þessi svo, það engin tíðindi í þessari könnun. Þetta allt innan skekkjumarka. Ég sá að MBL var með fréttum það að Sjálfstæðisflokkurinn bæti mest við sig, en það langt innan einhverja skekkjumarka. En Sósíalistaflokkurinn, hann komin mjög langt niður, hann komin í 1,9. Herðu, Sigurður Ingi var í viðtali á RÚV fréttunum, það var tekið upp. Ég tók hann skjálskotað hann, tók hann svona svolítið eins og hann væri eyðilaður yfir þessu. En hann var svolítið rólegur bara. Bara hann þarf að tala skýrar sér hann. Hann var annarkvort eins og hann væri búinn að gefast upp eða þá hann væri bara búinn með eitthvað jobb. Já, hann er bara að tala skýrar, það bara ekki skilist það sem hann hefur að segja og hann bara að tala skýrar. Ég var einu sinni manni sem hafði þetta, sagði stundum að hann var svo taugaveiklaður að hann virkaði fullkomlega rólegur. Það eitt ástand sem hann getur verið í, ég veit ekki hvað það Sigurður verður. En mér finnst hann svona full rólegur því að það nú, hann nefndi í þessu viðtali þegar fullt af sveitarstjórnarfólki land allt og svona og það styttist í þær kosningar og þess vegna finnst mér svona hann vera full rólegur. Því að þetta náttúrulega má segja sér vá fyrir dyrum hjá þeim, þannig að þeir verða eitthvað að gera. Sveitarstjórn, þeir eru þurrkast út í Reykjavík samkvæmt könnunum. Já, svo það eitt. Það var eitt athugavert við það að Framsókn dettur út í Reykjavík en Einar Þorsteinsson, hann var með eitthvað svona 10% að tala svona traust til borgarfulltrúa. Fór hann svo hátt? Nei, ég held að hann fór ekki svo hátt. Ekki tekja það tölu? Nei, hann var ekki eins og þegar var borgarstjóri sko. Nei, hann kannski auki fylgið sitt síðan. Já, ég getum kannski flett þessu upp sko og við getum bara að tala þetta á eftir. En ef maður vitnar bara í Ólaf Harðar sem var í spjalli við okkur á Samstöðunum daginn og sagði að hann segi ekki betur en að Framsóknarflokkurinn hefði gleymt hlutverki sínu sem miðflokkur. Að sko ég held að kreppa flokksins birtist einna helst í því að við sjáum ekki mikilvægi þess að hann standi fyrir eitt né annað og Halla Hrund, fólk talar um hana og hún hefur svona haft lag á að skera sig úr en Sigurður Ingi ekki skorið sig úr með jákvæðum hætti eftir kosningar. Nei, Halla Hrund var hérna hjá okkur í gær svona með Egil svo sem fín og svona en það ekkert farið að
hún er ekki orðin formar, hún er ekki komin inn í þann slag, sko. Þannig að það er ekkert víst hún hafi stuðning í það inn á Framsóknarflokksins, þótt hún ekki malaði utan Framsóknarflokksins. Ég flettis upp, Einar Þorsteinsson mældist í borgarvita maskínu, kallar þetta, þar sem er spurt afstöðu til borgarfulltrúna. Þar er að Sanna Magdalena efst með 24%, síðan kom Hildur Björnsdóttir með 17%, svo komuðu saman félagarnir Kjartan Magnússon og Einar Þorsteinsson með 9%. Já. Það er nú bara ekkert annað það. Það er margfalt fylgi flokksins. Já, en hann var náttúrulega borgarstjóri. Já, en hann auki fylgi sitt síðan, sko. Hvað segir það okkur? Já, hann mældist með 10% í apríl og 9% í ágúst. Já. Herðu, talandi Sönnu að það var frétt á Samstöðinni sem María Lilja skrifaði, sem á afmæli í dag og við sendum henni afmælisskauður. Já. Hún er með viðtal eftir við Sönnu. Já. Og var að vinna frétt það. Og þá var það Sanna vill að verði haldinn auka aðalfundur í Sjálfstæðisflokknum. Já. Og hafnar því að hún sé að stofna nýjan flokk. Hún er að svara þarna frétt sem að kom fyrir helgi, frétt frá Vísi það. Það var sósíalistar í norðausturkjördæmi sem lýstu við vantrausti á borgarfulltrúan í Reykjavík. Sama dag og hún fær niðurstöðu í skoðanakönnun, hún sé langvinnsalasti borgarfulltrúin í Reykjavík. En þá einhverjir þarna í Fnjóskadalnum sem er annarri skoðun. Þeir ráðast á sterkasta lekkinn. Já. Nei, þeir hafa ekki vitað að þetta væri að koma. En það kom fram í könnunni hjá Gallup að nú er fylgi Sjálfstæðisflokksins komin í 1,9. Já. Í febrúar þá mældist flokkurinn með 6%. Já. Þannig þetta er söguleg niðurdífa. Algjör. Þetta er náttúrulega töluverð vangavelta hvort Svandís, Svavars og Sanna gætu hugsa sér að vinna saman í einhvers konar vinstrakrulli og eftir því sem er skilst þá ber það ekki mikið á góma í þessu viðtali í kvöld og kannski ekkert vola mikil stemning hjá Sönnu í þá áttina en sko staðinnar er forvitnileg. Er hún landlaus eða hvað gerir hún? Hún er náttúrulega ekki með flokk sko hún hefur sagt frá því að hún leit svo á að stjórnir flokksins að það hún gæti ekki unnið með þeim. Það verður fröðult að þeir hafa farið á fundi með henni og látið svolítið líta út að þeir getur stýrt henni með einhverjum hætti. Hún hefur skiljanlega ekki beitt sig undir það. Það sé þess vegna sem hún svona vinsalaði að setja stýrinni bara auðvöldlega. Ég ætla allavega að horfa á þetta viðtal í kvöld. Já. Herðu, talandi að þið verið komin í borgina, þá var önnur svona frétt sem ég held að vera á Vísi, það sem Halldór Halldórsson sem einu sinni var borgarstjóra efni Sjálfstæðisflokksins. Hann var sóttur til Ísafjarðar, vinsæll bæjarstjóri þar. Hann vildi skipta út öllum í Sjálfstæðisflokknum nema Hildi. Þetta er mjög fyndið. Það finnst þetta svolítið fyndið. Oftast er talað að skipta út fórhúsinu eins og kannski Sigurð Inga eða eitthvað. Það er svo að skipta út öllum nema Sigurð Inga. En hins vegar hefur Sjálfstæðisflokkurinn mælst ágætlega eða svona. Ég veit ekki hvað viðmiðum þeir hafa. Mælt með síðustu könnun voru með 29%. Já, 25 til 30%. Já. Ég veit ekki hvernig Sjálfstæðismenn sjá fyrir sér hvað þeir ætti að vera. Einhvern veginn í gamla daga þá fenguðu þeir 60% fylgi. Það var bara einu sinni. Já, en yfir 50%. Þannig ég veit ekki hver viðmiðunin þeirra er. Og í sjálfum sér flokkurinn ekkert hærri en hann var í aðdraganda síðustu kosninga. Nei. Það sem að gerðist í síðustu kosningu var það að Bjarni Benediktsson eyðilagði kosningarnar fyrir Sjálfstæðisflokknum með því að Íslandsbankamálið gaus upp bara 3-4 vikum fyrir kosningar og var mjög þungdrægt fyrir Sjálfstæðisflokkinn, ekki bara Reykjavík heldur alls þar. Þannig að ég held að Sjálfstæðisflokkur sé bara svipuð róli og hann hefur alltaf verið, þannig að ég myndi ekki meta þannig að Hildur væri eitthvað að fara með flokkinn eða... Nei, sérstaklega ekki ef hún á að henda öllum mínum. þá tala ekki að fara neitt árum bara sjálf. Já, það er mikil óeining í flokknum. Já. Kunnið þið að lesa borgarstjórnarflokk Sjálfstæðisflokksins? Hverjir eru í hvaða liði? Nei, ég kann ekki alveg. Það er allavega, það er ekki allir í liði Hildar. Þegar við erum í borginni þá var Sólveig Anna hún átti fyrirsögn, hún skrifaði eitthvað á Facebook og Vísi tók það upp. Sagði við erum á móti friðarsúlunni. En tilefni var náttúrulega að Sjálfstæðisflokkurinn, hann vill ekki að þessi flaggað palestíska fánanum við Ráðhúsið.
Þannig að nú vill hann taka bæði niður palestíska fánan og Úkraínufánan og setja eitthvað sérhannaðan friðarfána Reykjavíkurborgar í staðinn. Er hann til eða þarf að hannan? Er hann til sá fáni eða þarf að hannan? Mér skildist á fréttunum að það veri hugmynd Sjálfstæðisflokksins að það er búin til alveg sérstakur Reykjavíkur friðarfáni. Og Sólveig Anna er eitthvað hæðast að þessu. Kallaði Vók. Ekki er hann þarf á. Taka sem sagt allt sem er alþjóðlegt og tróði í ruslafötuna. En Hildur nefnd, hún svaraði Sólveigu síðan og sagði að hún var í sjálf Vók. Þannig að það er svolítið svona. Það stemmir ekki í þessu. Fyrir þessu. Herðu, en stæðstu tíðindin voru í gær. Var ekki bara í gær morgun eða sem að þeir ákváðu þingflokkur Sjálfstæðisflokksins að skipta út þingflokksformanni. Ólafur Adolfsson kom inn í stæðin. Það var sundaginn, það var í gær. Já, það var í gær. Það er mánudagur í dag, sko. Þetta er bara svo langi dagar. Þetta er allt of flókið. 7 daga vikur, það er alveg. Ég er ekki við það. Þarna er Andrés Magnússon sem er fulltrúi ritstjóra held ég á Morgunblaðinu. Stjórnmálaskýrandi. Hann er að lýsa þessu sem hluta því kannast við þetta fyrirsögn valdatæpi Valhöll. Þetta var ekki Jón Ormur Halldórsson sem skrifaði þessa bók Gunnar og Geir valdatæpi Valhöll. Og Herrill Lofsson var í þessu líka. Þetta er forvitnilega ákvörðun hjá ákvörðunu. Mér datt í hug að hún væri svona ætlað að fara að reka Sjálfstæðisflokkinn eins og fyrirtæki eins og hún var vön að reka Kjörís markaðsstjóri Kjörís að ef það er einhverjir leiðinda starfsmenn þá bara þá er ekkert viti að hafa þá áfram allavega að lækka þá í tegnið að losi við þá og hafa fólk sem er nálægt. Hún verður náttúrulega að hafa einhverja stjórn á flokknum, sko. Hún getur ekki verið með fólk í lykilstöðu sem er að vinna móti sér. Einmitt. Og ég held að svona maðurinn á götunni og konan á götunni, hún hafi skilning á þessari ákvörðunum. En þessi svipur á flokknum að þetta er allt sama fólk úr landsbyggðarkjördæmum. Hún er úr Suðurlandi, varaformaðurinn úr Norðaustri sem var þetta grein í mokkanum sem við höfum getað tekið. Hvar er Jens Garðar? Hann er ekkert heist í honum. Það er að leita á honum. Ég held að sé að leita á honum, sjálfstæðismenn. Mokkin er ekki heitt í honum bara síðan ekki sagt ofs eftir málþóf. Ritarinn er frá Suðurlandi, nú er þingflokksformaðurinn úr Norðvestri. Þetta er áhugavert. Þrjú stóru kjördæmin eru eftir. Höfuðborgarsvæðið ekki fulltrúa þarna. Kræin er eiginlega eina svæði þar sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur eitthvað leyti haldið stöðu sinni. Er ekki með 5 þingmenn úr kraganum? Jú, það er ekki. En sko af því að maður veit að það er allt brjálað þarna innan hús, búið að vera bullandi klofningur, fólk að flýja land og fara í einhverja skóla frekar en að vera með hinum og eitthvað svona, þá er þetta sennilega sko bara örþrifar á þjá. Hún er bara metið að þannig að hún þurfi bara að sýna hörku og taka ákvörðun sem að það sem er hættulegt við það sem lýsir því að hún sé foringinn og hún ætla ekki að láta kúa sig. En það sem er hættulegt við það, þá er eins og sér að stofna eiginlega nýjan flokk. Og það er svolítið sérstakt þegar þú kemur inn í Sjálfstæðisflokkinn að það sé ekki hægt að byggja á einhverjum stóðum sem þar eru. Heldur verður að smíða þér eitthvað svona einhverja sveitaballarhljómsveit, sko. Svo ég tala nú svolítið af svona rokkanum hérna á mölinni. En sennilega átt hún engan kost góðan. Nei, hún hefur nefnilega það er rétt. Það eru sterk öfl inn í flokknum sem eru bara ósátt og vilja að tryggja það að hún verði það sem er stundu kallað svona millibilsformaður. Rebound-formaður. Það er bara þannig. Og sem að unin ekki að fá eitthvað tækifæri til þess að ná undir sér flokknum. Nei, svo er það líka sko, hún er náttúrulega með ekki mikla þingrinslu, Jens Garðar sáralitla og Ólafur Adolfsson líka. Og þannig að þetta er svona nýliða bragur ásug kannski. Ég veit ekki, ég verður gaman að sjá hvað þetta gerist. Þau eru samanlagt með kannski svona 7% af þingrinslu Guðlaugs Þórs. Já, eitthvað svoleiðis. Voru þeir ekki einmitt hérna á öndverðri skoðun Eiríkur Bergmann og... Já, það er einmitt, ég tökum frétt af því, það sem að svolítið skrýting frétt kannski finnst ykkur, Ólafur Þótt Harðarsson verður allt í einu stólpar hrifin að hafa nýlega sem flokksformann, allt betra en að hafa gamla karla. Gamalt er að gamlir kallar er að dissa gamla kalla. Þarna held ég að málþóf sé lykilorðið frekar en gamlir kallar. En hann er að undurum veiði við Eirík Bergmann, þetta er nú helstu stjórnmálaskýritundir.
úr sikkurum háskólanum. Jú. Eiríkur var að tjá þetta að vera veikt að hafa reynslulaust fólk. Já. En þá kemur Óli daginn eftir og telur þetta styrk. Vonandi fáið almennilegt rifrildi á milli stjórnmálafræði skýrenda hérna. En svo ef eitthvað gerist eitthvað svona ófyrirséð í þinginu. Hafa þeir ekkert verið saman í svona þetta? Ég hef búið þeim saman. Já, við svona pröfa það. Nei, ég ætla að segja sko, ef það gerist eitthvað sem við vitum ekki hvað eitthvað í þinginu, kemur upp eitthvað erfiðin mál, eitthvað sagandi stjórnarskrá og fleira og sko hvernig þetta hefur verið gert í fortíðin og svona, þá sko nýliðin ekki bestur. Nei, alls ekki. Það mjög mikilvægt að hafa eitthvað inn í þingflokksherberginu. Það þarf ekki að vera svona mál. Þetta getur bara verið eitthvað svona stemming, eitthvað svona sláttur í umræðunni. Það sé eitthvað inn í herberginu sem segir svona krakka mínu, þetta allt í lagi, sko. Látum þetta. Nei, við þurfum ekki að taka alla slagi og bara með eitthvað svona reynslu, sko. Hittast bara aftur á morgun. Já, eitthvað svona. Það náttúrulega fólk þarna inni, en kannski það í vitlausu liði, ég veit það ekki. Herðu, þá fyrir út í heim, það eiginlega stærsta fréttin sem var út allan heim, var fundur Xi Jinping, Putin og Modi á Shanghai ráðstefnu. Þau mættu þeir allir. Sko, ég talaði við Hilmar Þór Hilmarsson á eftir og ég ætla að vera velta því upp með honum. Hvort að þessar aðgerðir Trump á því að setja refsitolla á Indland, sem það til dæmis það sem Evrópa hefur viljað, leiði til þess að Indverjar fari frekar í fangið á Kínverjum og þar verður komnir saman sko, í fangið á Kínverjum, bæði Rússar og Indverjar, sem að getur ekki verið. Ég veit ekki hvernig svona utanríkisspekulantar í Bandaríkjunum eru að hugsa, en ég held að sé enginn þeirra sem að til þetta sé óska niðurstaða. Sko. En hann að hrekja þetta saman kannski. Já, það er bara vegna þess að líklega hefur hann metið það að vægi Bandaríkjanna í heimsviðskiptunum væri slíkt að Indverjar yrðu að beygja sig undir vilja hans og gera allt eins og hann vildi. En það kemur bara í ljós að þeir meta það sem ekki svo, að það sé hægt bara að byggja upp önnur viðskipti eins og sömu leyti ef við horfum kannski 3 ár aftur í tímann. Að í upphafi eftir innrás Rússa inn í Úkraínu þá var talað það að þeir eru kældir einhvern veginn út úr heimshagkerfinu og myndu neyðast til þess að einhvern veginn að beygja sig undir kröfur Evrópu. Það bara alls ekki orðið, af því að það bara hægt að eiga viðskipti við alls konar þjóðir út um allan heim. Það ótrúlega stutt síðan Þorgerður Katrín hélt þessu fram að enn væri þetta hægt. Að þvinga Putin til samninga með einhverjum refsiaðgerðum. Hún var nú bara að segja þetta helgina, sko. Já, var þetta ekki bara helgina? Jú. Þetta er hún var að vitna í að vildi það að stefna Lindsey Graham yrði ofan á, sem að ég veit ekki hvort að margir takki mikið mark á, sko, Lindsey Graham. En hún var, og það svolítið línan í Evrópu. En ég tók saman, vitnaði í indversku pressuna og það eru samningaviðræður í gangi og þeir meta þetta snúist meira sko tollasamningarna á milli landana og þarna kemur fram að Indverjar hafi boðið Bandaríkjamönnum að hafa engan toll, það sama eiginlega og Evrópusambandi gerði að kyngja 15% tolli en að Bandaríkjamenn hefði engan toll á móti. Hins vegar annað sem að tengist þessu máli að það sem eru samningarnir við Úkraínu að því að voru fundur Putin og Trump í Alaska og þá leit út eins og gæti vorið eitthvað svona friðarsamningar og Evrópu leit þá hann komað í Hvítahúsið, það kannist við þetta. En þarna frétt í Berlingske að þjóðverjarnir og þá við kanslaran þeirra að hann sé bara búin að gefast upp á Trump og það náttúrulega þannig að það kemur í ljós ef að skoða hvernig þessi fundir fóru fram að hann kom algjörlega óundirbúinn til Alaska og virtist vera að Putin hafi bara Trump hafi komið óundirbúinn, hann telur sig geta mætt á svona fundi á þess að undirbúa sig. Og skiljanlega þá Evrópuleiðtogarnir kannski hættir að stóla á hann og þeir eru að fara að búa til einhverja eigin stefnu og inn í þessari grein í Berlingske þá að tala að þeir eru að safna saman í herlið sem kallað friðargæslusvið í ríki hinna Vilju sem hluti af Evrópuríkjunum og þeir ætla að senda það til Úkraínu en það engin von að verði samið frið á milli Úkraínu og Rússa. Það bara fjarlægara núna heldur fyrir 2 vikum. Þannig að öllu líkindum eru Evrópuþjóðirnar, þessar Vilju, að pæli því að senda
hermenn til Úkraínu, þó svo að sé ekki búið að semja frið. Það engin frið til að gæta að, sko. Já, ég held að þetta verði, sko, þetta verður, við höfum að fylgjast með þessu næstu dögum. Herðu, þá förum við í miðjuna sem að segja, kannski svolítið stór frétt sem að var á Íslandi að vinnslustöðin var að segja upp fólki. Já. Og það kreppa í Vestmannaeyjum, eða kreppa ástand, það sé kreppa í Vestmannaeyjum og þetta sé upphafið að öðru meira. En þetta vinnslustöðin sem að svona talar og þetta eftir að þeir sko, fyrir rúmum 2 árum síðan, þá kaupa þeir Þórunni Sveinsdóttur og Leo Seafood af Sigurjóni Óskarsyni og hans fjölskyldu. Já, þessu með mynd af sem hefur verið að fagna þeim samningum. Já, hann þetta og Sigurjón þriðji frá vinstri og þetta náttúrulega, hann náttúrulega alveg sérstakur maður, sko. Bæði var hann aflakongur ár eftir ár og auk þess var hann svo farsæll að hann náði að bjarga mörgum mannslífum og þar á meðal bát sem að bróðir hans átti og var á og sem sökk og náði að bjarga þeirri áhöfn allri. Hann er svona merkilegu maður. Hetja hafsins í mörgum skilningi. Já, bara já, alveg frábær, sko. Og en hann síðasta skipi sem hann lét smíða, það togarinn Þórunn Sveinsdóttir, Vafið 401 og við höfum þess að mynda henni líka. Glæsileg skip og allt gengi vel og þau sem sagt ákveða þarna, hann náttúrulega konar aldur kallinn og þau ákveða að selja og þarna heldur að það sko Binni ekkert að, hann að bera fyrir sig sko hækkun veiðigjalda. Ég held að hann hafi bara fjárfestu of því að sko svo var það líka hérna Huginn sem að eðilaði vatnsleiðsluna minniði. Já, hann var líka nýbúinn að kaupa þá útgerð og ég held bara yfirdráttun hafi verið búinn og hann sem sagt að bera fyrir sig veiðigjöldin að ég held að hann sé bara í vand. Þannig að bankin að segja hann að hagræða. Ég held að hljóti bara að vera. Já, og því þetta ekkert smáraður, sko hann segir á einu stað, strákar, að með Þórunni Sveinsdóttur þá hann að kaupa 1% af kvótanum. Þannig að þér finnst rekstra saga fyrirtæki sem síðustu misseri þannig að trúverðuleiki orðans veiðigjöldin að hann minnki. Já, algjörlega, sko, og sko, þessi fjölskylda sem selur, Sigurjón Óskarsson og börnin hans, þau voru öll skattakóngar í Suðurkjördæmi eftir þetta. Þeir sem sagt fóru ekki neina leiki með þessa peninga, þeir bara borguðu til samfélagsins þess að samfélagið allast til að þeim og þannig að það svona sóma fólk alls saman en ég held að þarna sé þetta og þau fleiri eftir að fara þessa leið ef að þeir hafa sem sagt gert einhverja vitleysu. Að nú sé tíminn. Já, nú sé tækifæri sko til að kenna öðrum Hjómaði svolítið þannig þegar Guðmundur í Brim kom með þessa yfirlýsingu. En Daði Már, fjármálaráðherra, hann sama sinni eins og þú. Hann fannst rökin ekki alveg vera þessi. 1. september og hitt að taka gildum áramótum. Handaði með nefinum. Já, hann var með eitthvað svona, sagði að þetta gæti ekki verið megin ástæða fyrir þessari ákvörðun. En Binni svarar honum fullu fötum. Já, ég til svo því Binni náttúrulega stíði margalduna. Við vorum nú samtímis á vertíðum í Ólafsvík, mjög Binni. Hann svolítið, ég myndi ekki segja svona kjaftfor. Hann talar svolítið mikið. Ég meina þegar hann muni ekki þegar makríllinn var. Jú, hann var einhvern veginn, það sagði ykkur eftir ykkur að ræðu í honum. Það eins og hann hafi alltaf haldaði fram að hann hafi gotið makríllinn. Það var svo mikil hetja í þessu einhvern veginn. En hann í málaferðum menn, hann féll ekkert frá. Nei, hann ætlar að sækja 1,5 milljarð í þjóðarbúið. 1,5 milljarð, mikið meira. 1,5, eða ekki? Já, 1,5, já. Samtals þetta 5 milljarðar held ég sem líki undir þarna. Já, en það ein frétt og eigafréttum, þetta þetta held að sé formaður bæjarstjórnarinnar sem að þetta Nei, já, forseti bæjarstjórnar heitir Páll Magnússon. Þetta formaður bæjarráðs. Herðu, ef að enginn að þetta mikið högg en spurningin hvort það vanti einhvern heiðarleika í umræðinu. Já, svo líka þetta að Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður leigjendasamtakana, hann stundum við þáttum og það verið að tala að leigu verið hækkar. Og það sama raunverulega gerast bara með kvótan, við sem eigumann, við erum að hækka leiguverðið
og verður ekki að rífa kjaft og farði þá bara og getur þetta ekki. Þetta bara þannig. Við megum hækka verðið og höfum gert það og það tekur gildi 1. janúar. Það ætti náttúrulega að vera þannig að ef að þú treystir ekki til að borga leiguverðið, þá verður bara að finna einhvern annan sem að ræða við það. Herðu, stór frétt í dag, 1. september, hérna er frétt frá Inga Sæland, sólin að koma upp fyrir öryrkja. Það er breyting á kerfinu. Hún segir að það séu 20 milljarðar á ári sem að hækkar. Hún segir það. Á tímum stöðuleikareglu og... Nei, við erum aðeins rólegir. Það er ekki hægt að svelta öryrkja. Ég veit allt um það. Þetta var gert eftir hrun og það er ekkert verið lagað síðan. Öryrkja tóku á sig byrðar eftir hrun og það hefur ekki verið leiðrétt hingað til. Nei, og þetta er fátækasta fólki. Guðmundur Ingi er reyndar búin að eigna sér þetta í einhverjum statusum á Facebook og þetta kannski byrjaði... Sigurður Ingi var að tala það líka í kvöldfréttunum að ríkisstjórnin sé meira og minna afgreiða mál sem að þeir voru búin að afgreiða. Já, sem var búið að vera í 10 ár en það þarf kjark til að loka svona máli og Inga gerði það bara. Þetta var sterkur blaðamannafundur hjá Ingu í morgun. Hún var með embættismenn sem að allir svona rökstuddu þetta bara mjög vel og það virðist vera svona minni óvissa að vera í þessu kerfi eftir þessar breytingar. Það er ekki allir sem hækka. Það er náttúrulega hluti af þessu breytingum er það sem hefur við kallað starfsgetumat. Þótt að þetta sé ekki alveg þannig, þá er þetta verið að reyna, þetta er byggt svolítið á trú að þessu ómargir á örorkubótum og við verðum eiginlega að ýta fólkinu til þess að vera virkara út á vinnumarkanum. Og einhver leita er þetta þannig að þú ert metin að þú getur unnið 50% og þá áttu að vinna 50%. Og það sem að hagsmunasamtök öryrkja eins og Öryrkjabandalagið, Þroskahjálp og Geðhjálp hafa bent á og þau voru ekki aðilar að þessu, þau tóku ekki þátt í undirbúningnum, þetta er ekki gert í samvinnu við þau, þessar breytingar og þau hafa bent á að hættan í þessu kerfi sé, þótt þetta væri í sjálfum sér gott, er að það verði ekki til störf hjá fyrirtækjum eða stofnunum sem öryrkjarnir geta unnið í. Svo er í þessu eitthvað og við þurfum bara að skoða þetta mál betur næstu dögum við Rauðaborðið. Það er í þessu eitthvað það að ef þú ert inn í kerfinu að þá ertu með betri stöðu en þeir sem eiga eftir að vera öryrkjar á næstu árum geta lent í meiri vanda. Þannig að við þurfum eiginlega að ná þessu fram eins og í mörgum málum. En ef þið ná ekki finna enga atvinnu þá ertu á atvinnuleysisbótum. Andinn á bakvið þetta sem hefur verið hærri heldur en örorkubæturnar sko. Andinn á bakvið þetta er ef að þú ert öryrki sko. Eins og stúdentar sem var að fara á atvinnuleysisbætur þeir eru á hlægilegum atvinnuleysisbótum. Það er tengt á tekjunum sem hefur verið á sko. Er ekki einhverju leyti andinn á bakvið þetta svona aukið sjálfsforræði? Já, þetta er líka eins og hann er að segja starfsgetumatið og þú getur unnið 40% vinnu og svo færðingar 40% vinnu þú maður ágjur yfir því alltaf sko. Nei, þú tekir ýmis dæmi, það eru sjúkdómar þar sem þú ferði í svona köst þar sem þú ert misgóður getur verið bara eins og MS sjúkdómur en getur líka verið ýmis svona geðsjúkdómar og það er eiginlega vinnumarkaðurinn er bara á engan hátt undirbúin undir fólk sem að vinnur í 8 mánuði en er svo frá í 4 sko. Það er bara það fólk fær ekki vinnu, það er bara þannig. Herðu, stór frétt út í heimi, það er jarðskjálftar í Afganistan, ég tók þetta nú í Washington Post. Já, ekki að þess að ganga maður. Þarna eru reglulega jarðskjálftar, miklir. Og þarna er Evrasíuflekkinn að rekast á Indlandsflekkan og Indlandsflekkinn hann er á leiðinni norður og hann er að renna sér ýmist undir eða yfir Evrópuflekkan og býr til Himalajafjöllin. Og Afganistan er vestast í þeirri, þannig þetta er eiginlega það sem er að gerast, sem að býr til Himalajafjöllin sem er að drepa fólk þarna. Já, þetta eru hörmungar. Já, mjög skrítin frétt, ég veit ekki hvort að þið skiljið hana. Það er hagsmunir barnsins ekki hafðir að leiðarljósi, er þarna verið að benda á. Þetta er mál þar sem að maður var grunaður kynferðisleg brot gegn barni sínu. Lögreglan ætlar að taka síma og tölvur og eitthvað rannsaka málið og hann segir nei, ég noti þetta í starfum fyrir stjórnmálaflokk og þarna eru trúnaðarupplýsingar sem ekki fara og landsréttur verð þessa afstöðu mannsins þannig að lögreglan getur ekki rannsaka málið. Það er kannski það sem maður skilur ekki við þessa frétt, það er afstaða landsréttar. Hvað verður ekki að upplýsast hvaða stjórnmálaflokkur þetta er? Það verður ekki komið fram, vitið þið það?
Það hefur ekki komið fram. Og það ekkert ístæðan sé að segja satt heldur, það getur þessi bara ekki dottin eitt meira snjallræði í hugin það. Þetta svo dularfullt og því miður ekki eina skipti sem maður furðar sig á dómum landsréttar og úrskurðan. En nú tekur lögreglan tölvur og síma fólki í alls konar málum. Hvað það við starfi í stjórnmálaflokki sem svona heilagt? Það rosalega góð spurning. Ég kannast ekki við það að sé eitthvað vendað sérstaklega í stjórnarskrá eitthvað. Þetta mjög skrítið mál. Og hagsmunir barnsins fyrir borðnir. Saksóknari var að leggja fram kröfur í málinu, Guðunesmálinu. Við erum frétt af því. Já. Það kannski ágætt í þessu samhengi að minna á það að í kvöld kemur Helgi Gunnlaugsson, afbrotafræðingur. Og ræðir þetta mál sem eiginlega svolítið einstætt mál bara í okkar sögu. Það ekki lýsandi fyrir ástandi í samfélaginu, þetta mál? Jú, að einhverju leyti það að verða lýsandi fyrir svona kulda og tilfinningarleysi og upphafningu og ofbeldis hjá einhverjum litlum kima samfélagsins sem blandast alls ekki við hinn stóra kima sem er mjög á móti ofbeldi og vaxandi andu gegn ofbeldi hjá þessum venjulega Íslendingi, segir hann. Og þarna semst einhver hópur að lenda á milli skips og bryggju eftir því sem að Helgi segir, og hann segir að það sé margt í þessu máli sem sé eiginlega einstætt og vitnar meðal annars til þess hvað glæpurinn tekur langan tíma, hvað hann er kaldur, skipulagður, margir aðilar sem að tengjast honum. Við erum að vita hvernig þeir pikkuðu þennan mann út. Akkur var hann? Við vorum bara með loknar ásakanir á hann. Við vitum að hann gat legið vel við höggi, en hvernig þeir og þá meina ég bara því að hann er fatlaður, ég er ekki víst. Hann er framheila skaga og sem oft leiði til svona áhættu hegðunar ýmiskonar og getur verið hryllilegt fyrir aðstandendur því að fólk breytir karakter. Getur gerst, en ég þekki ekki þetta mál. Herðu, talandi glæpi að það frétt úr Haaretz eins og við gerum áttu, þannig verið að bera til grafar Ahmed al-Raval sem var forsætisráðherra Húta í Jemen. Ísraelsmenn drepa hann bara. Þeir telja það sé hluti af svona utanríkisstefnunni að drepa menn sem líkar illa við. Þeir eru drepið hellinga hersöfðingjum í Íran og þeir drápu þarna alla ráðamenn í Hezbollah og þetta svolítið skrítið í land þetta Ísrael. Já, mjög. Allan að fólki sem stjórnar í. Og það rúvar með frétt fremstu þjóðarmorðsfræðimenn heims segja að Ísrael fremji þjóðarmorð. Við ræddum aðeins í gær í svona Egils þar sem að Sigríður Andersen var svona efast að það kannski væri þjóðarmorð og ég dirðist að segja það að væri það bara hún og Netanyahu sem var eftir. Og þetta svolítið þannig, það eiginlega allir svona almennilegir. Já, hún sagði alveg saman og Vilhjálmur Egilsson sagði hjá mér í vikunni að bara Hamas verður bara að hætta þessu. Sleppa gíslunum. Þá það búið. Bara... Það mannúðarsamtök, öll mannúðarsamtök. Það æ fleiri ríki og alþjóðadómstóllinn. Það fleiri og fleiri fjölmiðlar sem bara byrja að tala þetta sem þjóðarmorð af því að þú sérð það bara, þú getur bara kveikt á símanuðinum og sérðu hvað er í gangi. En þarna bætist enn einu sinni við, kannski fer þá bara RÚV eða eitthvað fleira að tala þetta svona. Ég meina, utanríkisráðurinn okkar, Þorgerður Katrín, nefndi það benti margt til þess að þarna verið þjóðarmorð. Og ef þú segir það, þá verður það að gjöra svo vel að gera allt sem í þínu veldi stendur til þess að koma í veg fyrir það. Þú getur ekki sagt að það sé þjóðarmorð þarna, það sé einhver manneskja drukknað. Þessan hafum fyrirvara. Þessi manneskja drukknað þarna, en ég ætla bara að sjá til. Það kemst ekki. Já, þetta Herðu, Hagstofan var með frétt, landsframleiðslan dróst saman á öðrum ársfjórðungi 1,9%. Ég fæ hann Stefán Ólafsson, prófessor og starfsmann Eflingar eftir. Ég ætla að ræða við hann efnahagsmálin. Meðal annars þetta, hann hefur verið að benda á það að vaxtastefna Seðlabanka sé kannski eitthvað skrítin. Og kannski sé Seðlabanki bara keyra hagkerfið í kúl. Það var samdráttur í fyrra og þeir munið eftir fyrir einhverju síðan að þá var alltaf sagt af hverju eru vextir svona háir á Íslandi en lágir í Evrópu. Það var sagt, það bara vegna þess að það stöðnun í Evrópu en blússandi hagvöxtur á Íslandi.
En það ekki búið að vera blússandi hagvöxtur í Íslandi í 2 ár. Nei. Þannig að, og ég ætla að skjóta líka inn í Viska heitir nýtt félag sem að Fræðagarður og fleiri félag. Að því að við vorum aðeins að tala að það var verið að auglýsa eftir atvinnustefnu fyrir stjórnvöld. Þarna hann Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur sem oft komið hingað. Hann að benda á að ef að Íslandi væri sama hlutfall útflutnings á hugvits geiranum sem að búa til svona tölvudót og eitthvað fleira, að þá væri það 90 milljarðar í útflutningstekjur sem við ættum að hafa. Þannig að við ættum kannski að þróa atvinnustöfnuna þannig að þessi geiri og þá erum við komin frétt í samstöðunni sem íslensk stjórnvöld einn mesti umhverfissóði, það frétt sem að þú skrifaði, Björn. Já, ég hjó eftir því snemma í morgun að Dr. Haraldur Sigurðsson sem hefur nú átt spjall hér við okkur við rauðaborðið, hann steig óvinnu fast til jarðar eins og svo margir aðrir jarðvísindamenn vegna þessara fregna, þessara vísindagreinar golfstrauminn, að það kunna fara svo að hér verði bara fimbulfrost og óbyggilegt eftir einhvern x tíma, sumir segja bara nokkra áratugi, og það eins með Haraldur sem skrifaði færslu á Facebook og ég gerði frétt upp úr þeirri færslu og það eins með þessa færslu eins og raddir svo margra annara vísindamanna sem hafa haldið sér til hlés undanfærið og stigið mjög varlega til jarðar að núna ekkert elsku mamma lengur. Haraldur bendir á það að hann hafi haldið út bloggi eða upplýsingasöfnum þetta mál núna í 10 ár og með þessum nýju upplýsingum sem að koma fram golfstrauminn sem Ísland verður bara fórnarlamb númer 1, þá liggi alveg fyrir að það þurfa að gjörbreyta öllu stjórnmálastarfi á Íslandi, bara 1, 2 og 3, vegna þess að glugginn bara opinn í ákveðin tíma. Og hann nefnir það að losun stendur alltaf í stað, samfélagslosun, þau reiknar allt heildarlosun og stendur alltaf í stað og það eina sem við getum komið í veg fyrir, nánast getum við bara sagt samkvæmt þessum vísindamönnum útrýmingu Íslendinga á Íslandi í einhverri framtíð sem við veitum ekki hverju nálæg. Það bara að hér verði gjörsamlega skipt kúrs og losun verði minnkuð í eitt skipt fyrir öll. Og ef við ættum að hafa sömu stöðu og sumar kyrrafseyjar sem eru mjög ákafar í alþjóðasamfélaginu að berjast gegn loftslagsbreytingum, þannig að það bara upp á tilveru þeirra, þannig við ættum að vera í þeirra hópi. Já, og ef við kíkjum á næstu mynd kannski, þá það hafa verið hjárómaraddir, þessi fréttir frá 2023, þetta í mannlífi og þar var reyndar spáði að þetta geti byrjað að hrynja 2025 sem að enginn hefur nú talað nema þessi heimild sem að þeir ræddum, en þetta hefur aldrei svona náð miklum þunga í fréttunum fyrir en núna síðustu daga. Það eru allir að tala um þetta og ekki bara vísindamennirnir, heldur líka fólki út á landi. Ég var austur í Mývatnssveit og þar voru bara bændur sem ég ræddi við, fullir af ættjarðarást sem að sá bara fram á það að nú getur þeir þurft að bara kveðja þessa framtíð sem að þeir sá fyrir sér, fyrir börn og barnabörn, og þetta sko áður sem að ætla að vera ala á einhverjum ótta það einhver ástæða fyrir því að vísindamenninir ræða þetta svona miklum þunga núna. Og ef við fáum kannski næstu mynd þá mjög áhugavert að þarna þessi fréttir úr Vísi og þarna fyrrverandi umhverfisráðherra að senda núverandi umhverfisráðherra sem líka... Það svolítið billegt hjá honum, hann var umhverfisráðherra bara fyrir korteri síðan. Og hann á þetta með að það alltaf eitthvað markmið, þau aldrei náð og við erum eiginlega ekki búin að ná neinum árangri í umhverfismálum í 20 ár. Ég algjörlega sammála, mér finnst þetta mjög billegt líka, en það liggur samt fyrir að fyrstu störf þessara ríkisstjórnar, þau hafa svona frekar virðismanni miða að aukinni losun frekar en samdrætti. Jóhann Páll orkumálaráðherra, hann ekki umhverfisráðherra. Já, þessi ríkisstjórn líka að gefa mögulegt á olíuvinnslu og eitthvað fleira. Og eftir stendur að þeir sem hafa kynnt sér vísindin best, þeir eru á allt öðru meiði heldur en pólitíkin á Íslandi og út á það gengur gagnrýni Haraldar og fleiri og við ætlum það ekki... Ég ætla að fá Einar Sveinbjörnsson hérna á morgun. Já. Hann er svo góður kennari, mér finnst alltaf gaman að tala við hann um þessi mál. Hann er svo skýr. Akkurat, og mjög góð heimild önnur á leiðinni til okkar held ég við tala á miðvikudaginn líka, þannig að við skulum bara keyra á þessu. Það veit við ekki af.
bara ótrútt mál. Golfstraumurinn breytir öllu á Íslandi. Að Ísland og Núk á sama breiddargráðu. Það ekki golfstraumur í Núk og ég veit ekki hvort þið munið eftir myndum að það stundum eru bara borgarísekar í höfninu þar. Þannig þetta svolítið öðruvísi. Golfstraumur eins og hann gjöfulli fyrir Noreg. Þrándheimur líka á sama breiddargráðu og það svona það mildara þar og líka fer hann upp eftir öllu Noregi sem að til dæmis Lófoten, það eiginlega svona virkar á mann eins og Suðurlandið á Íslandi. Það bara svo gróðursælt og fallegt að það langt norður fyrir norðan okkur. Eina sem bjargar okkur að bara að hætta að losa. Stórminnka losun. Það allir sammála það. En ASÍ, BSRB og fleiri stéttarfélög voru að kvarta yfir stefnuleysi stjórnvaldanna. Þetta væri ekki stefna, sko. Það væri engin fjármögnun í þessu og þau vilja bara gera eitthvað meira. Þannig að þetta verið að koma. Það minnir mig á það þegar ég var að vinna hjá Umhverfisstofnun og þá voru Írar og einhver fleiri lönd búin að lýsa yfir neyðarástandi vegna hnattrænnar línunar sem væri framöndan. Að Umhverfisstofnun ákvað að lýsa ekki stuðningi við þá hugmynd að við Íslendingar myndum lýsa yfir neyðarástandi í loftslagsmálum vegna þess að það fylgdi því ekki fé. Fyrst til þess að þú getur tekið einhver svona skref verður alltaf að fylgja fé, annars verður það marklaust. Þannig að við getum svona velt þessu fyrir okkur í samhengi umræðan. Við verðum loftslagsflóttamenn. Kannski ekki við, verðum kannski dauðir, en börnin okkar. Við sennilega dauðir, mögulega börnin okkar. Barnabörnin okkar mjög líklega. Herðu, það frétt úr Guardian, það bara síðastliðið sumar var heitasta sumarið. Þannig að það annað sem tengist þessu sama máli þessar taumlausu hitabylgjur í Evrópu sem gerir að það ekki hægt að fara til Evrópu á sumrin. Ég með norska skoðanakönnun, ég hef gert það stundum. Það virðist í kosningabaráttan þróast þannig að ríkisstjórnin ennþá auka fylgi sitt. Þannig að það orðið meiri munur á rauða blokkin með betri stöðu heldur en hefur hingað til. Ein stutt frétt það Vísir að segja frá því ég muni ekki til tunnumótmálunum þegar það voru konur sem festu sig upp í tunnunum og það var rosalega viðbúnaður, lögreglan lokaði svæðinu eins og það væri eitthvað stórkostlegt, það var bara eitthvað 2 konur upp í tunnu en alltaf núna það að falla frá stóru hluta á kjörunum það svona kannski ekki alvarlegt eins og menn vildu að vilja þetta. Robert Kennedy, við þurftum eiginlega að fjalla hann aðeins betur. Það frétt hann náttúrulega í stríði við allt og alla þarna. Hann vil draga mjög bólusetningum. Ég var að lesa grein í Politico sem við hefðum ekki svo sem geta fjallað það sem að læknasamtökin eru eiginlega bara velta fyrir sér. Það eru 8 læknasamtök sem eru velta fyrir sér hvernig á að díla við hennar mann, sko. Eigum við að vera bara alveg á mótunum eða eigum við að reyna að taka eitthvað að þessu og reyna að sveigja hann og menn eru bara í vandræðum. Þetta svona svipað að reyna hvernig við að tala við Trump, sko. Ég heyrði frétt klukkan 16 í dag á Bylgjunni, held ég hafi verið frekar en klukkan 14 þar sem að fréttamaðurinn, tölurinn, les texta einhvers kollega síns þarna, þar sem að voru engir fyrirvarar við það að þessi maður væri bara eitt sá alhættulegast í heiminum. Herðu, Viðskiptablaðið, það eru félög tengd Infocapital, nálgast yfirtökuskyldu, þetta í Sín, sem að tengist nú að því að Sín á nú mikla fjölmiðla. Infocapital hér nú eitthvað annað en í gamla daga, þetta sem að fylgdist, sem að var alltaf held út í svona skuldalistum. Það geti verið þannig að þeir séu hugsa að taka þetta bara að markaði. Og þá fyrir að kaupa hérna alla út eða? Ég veit ekki, það er margt sem bendir til þess að rekstur fjölmiðlana og fjarskiptafyrirtæki fara ekki saman, sko, að fjölmiðlarnir eins og allir vita í heiminum, það er bara eiginlega vonlaust að reka fjölmiðla. Það er erfitt að vera með skráð félag þar sem allir eru að fylgjast með árangrinum. Ég veit það ekki. Aðalkallinn heitir Reynir Findal Gretarsson. Það var ekki út sjálfsæfisugu. 4 árstíðir. Þarna segir í kynningu sögur gefið út. Hann fjalli ástir á ýmsu, ástir til kvenna og ástir til viðskipta
Og ég var að velta þessu fyrir mér að því að við fjölmiðlar eru svolítið skrýtnir. Að þetta, við fá aður kápuna þessu upp aftur. Hérna, þetta lítur svolítið út eins og svona miðaldurs krísukall. Já, ég mér. Það er ekki snekkju eða skútu eða þessi. Einu sinni var það þannig að svona kalla með miðaldur krísu keyptu bari og eitthvað svona. Það eru eignast einhverja peninga. Kannski þetta orðið núna að fjölmiðlarnir eru svona, kalla með miðaldur krísu að kaupa sér fjölmiðl. Kannski, en eins og hef ég sagt hérna að fjölmiðlar sínar í núverandi formi, þeir munu ekki verða svona. Það er annarkvæmt verið þetta selt einhverjum ríkum kalli sem fyrir að leika sig með þetta, nota þetta til áhrifa í samfélaginu. Eða ég veit ekki hvað, sko. Nei, ég veit ekki. Ég held þetta gangi ekki upp. Nei, ég veit ekki. Þetta er þungmaður og bara sem og starfsumhverfi allra einkarekinna fjölmiðla á Íslandi núna, þetta er rosalega erfitt, sko. Herðu, síðasta fréttin úr Morgunblaðinu, þetta er fréttaskýring frá helsta íþróttafréttamanni. Hvað er Víðir Sigurðsson sem er búin að vera að skrifa íþróttir lengi? Hann var bara vallorðið 14 ára þegar hann byrjaði, sko. Hvað var kornungu þegar hann byrjaði? Já, þegar við erum með honum fyrir 40 árum. Það var bara barn. Ég hef ekki áður bara í Facebook-status notað orðið mútur Dómgæsluna. Framvindu í dómgæslu. Nei, ég horfði á það. Ég finnst að þetta er gjörsamlega óskýranlegt hvernig það var hægt að dæma leikinu sem hann dæmdur. Já, fólk sem hefur engan á körfubolta, það er brjálað, sko. Það er þetta er svo bílað, sko, að það er svo faraður að skoða í skjá, sama skjá og við sáum þetta. Og hvernig hann stýrir þeir í norsku inn í þessa. Og Íslendinginu við mannin, ekki neinn, samt þetta er alveg galið. Mér finnst leikunum undan vera svipaður. Svo velur hann sjónarhorn sem hefði sýnt það að það var bara rugla, hann var að dæma einhverja villu þannig í endursýningum bara það er svo margt og þetta er svo margar ákvarðanir. Umfjöllunum íþróttir heldur hérna áfram á kaffistofunni frammi. Fréttirnar eru búnar. Ég hef aldrei orðið eins reiður við að horfa á íþróttir eins og í gærkvöld. Ég var ekki að náði niður hann eða við ætlum ekki að tala um þetta lengur. Ég nenni ekki að tala um reiðan, sko. Sigurjón og Björn, kærar þakkir. Framundan er rauðaborðið. Þið sem eru að horfa á okkur á Facebook eða á YouTube, þið verið að finna þráðinn og finna okkur hérna annar staðar. Nýjan þráð, en þið sem eru að horfa í útvarpið eða hlusta í útvarpið eða horfa í sjónvarpið, þið eru ekki að hafa neinar áhyggjur. Rauðaborðið er framundan. Takk fyrir. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.